í kórinn í Kópavogi. Hér að fara að hefjast leikur Stjörnunnar og Víkings frá Ólafsvík. Þetta síðasti leikurinn í riðlakeppni fótbolti.net mótsins. Tómas Mær heiti ég og með mér í þessari útsendingu Tryggvi Guðmundsson. Tryggvi, þetta leikur sem átti að vera fyrir 2 vikur síðan var frestað og þess vegna erum við hér nú að klára þetta. Þessi leikur nú þannig að Stjarnan þarf að vinna leikinn til að fara í úrslitaleik á móti FH. Jafntefli dugar ekki, þá Skaginn farin í úrslitaleik. Já, það bara gaman að því. Þegar lið þurfa að vinna leik, þá væntanlega sækir það til sigurs og þeir stilla upp sterku liði og ætla sér sigur. Fannst þér ekki kannski síðasti leikur hjá Stjörnunni á móti Grindavík? Mér fannst þér nú ekkert sérstaklega þá, ef ég bara tala íslensku. Já, jú, ég veit það ekki. Jú, þeir voru fínir. Já, ég bara segja mitt, sko. Ég ætla ekki að segja það, en þeir fá annað tækifæri núna og það kannski spurning að við förum bara yfir byrjunarliðin hér í kvöld. Ef við förum yfir lið Stjörnunnar, númer 1 Haraldur Björnsson, númer 3 Jósef Kristinn Jósefsson, númer 4 Jóhann Laxdal, númer 5 Daniel Laxdal, númer 7 Guðjón Baldvinsson, númer 14 Hörður Árnason, númer 15 Hilmar Árni Halldórsson, númer 19 Hólbert Aron Friðjónsson, númer 20 Eyjólfur Héðinsson fyrirliði, númer 28 Brynjar Gauti Guðjónsson og númer 29 Alex Þór Hauksson. Þjálfari Stjörnunnar Rúnar Páll Sigmundsson. Nú lið Ólsara Víkings frá Ólafsvík þannig hér í kvöld. Í markinu númer 30 Kristján Martínez, númer 4 Egil Jónsson, númer 5 Bjartur Bjarmi Barkarsson, númer 7 Tómas Lúpa, númer 10 Þorsteinn Már Ragnarsson fyrirliði, númer 13 Emir Dogara, númer 17 Guðmundur Steinn Hafsteinsson, númer 18 Alfred Már Hjaltalín, númer 19 Peppi Mamadou Faye, númer 22 Vigni Snær Stefánsson og númer 24 Kenyan Turodia. Þetta bara flott lið hjá Víkingunum líka. Þetta flott lið hjá báðum liðum. Stjarnan spilar 3-5-2 á meðan Víkingur Ólafsvík spilar 4-3-3. Nú þjálfari Ólafsvík að sjálfsögðu Eyjólf Persóvits. Dómari hér í kvöld Þorvaldur Árnason og honum til aðstofar Jóhann Gunnar Guðmundsson og Frosti Viðar. Bara fyrsta skotið. Já, Hólbert með skot, hefur nú getað lagt hann til hliðar á Guðjón Baldvin sem var komin í hlaupið en ákvað að láta vaða og það fór fram hjá. Hann mættur til leiks aftur, markmaður Ólsara. Já, Kristján Martínez Liberal. Já, hann kominn aftur. Hann kominn aftur, kom í gær víst. Já. Númer koma Ólsarar í hvítum búningum. Þeir eru bláir venjulega, eða það albúningur þeirra. Hér eru svona gaman sem að geta, hér eru keppinautar framan á búningunum, Tryggvi. N1 og Orkan. Já, þetta bara svona gaman að því. Mikil barátta greinilega. Og hjá Guðjón Baldvinsson, hvað gerir Guðjón? Tekur hér skot, og vel gert. Utanverða stöngina og hann hefur greinilega farið í Ólsara. Og þeir fá hornspyrnu sem að Hilmar Árni Halldórsson tekur. Það kraftur í Stjörnunni bara strax í byrjun. Já. Tvö fín skot og 2 góða sóknir. Þetta byrjar vel. Fyrstu mínúturnar Kemur Hilmar með hornið. Martínez skallar þetta frá. Kýlir þetta frá. Já, kýlir þetta frá, segi ég. Já. Hvað sagði ég? Skallar. Já. Það hefur verið gaman að sjá hann skalla þetta. Já. Þetta sagði það sem ég var að vona. Það kemur Jóhann Laxdal með innkastið og áfram með boltan í baráttu við Þorsteinn Má og Þorsteinn hefur bara betur. Já, Þorsteinn kraftmikill og sterkur og hleypir engum fram hjá sér sko. Nú í þessu riðli þá var leikur á laugardaginn þar sem að Skagamenn unnu Víking Ólafsvík 4-1 og þann með komin með 6 stig. Nú FH bíður eftir úrslitaleiknum í þessu móti og Vestmannaeyjar bíður eftir bronsleiknum. Þetta verður spilað helgina á laugardaginn. Þorsteinn í baráttu þarna og Þorvaldur dæmir aukaspyrnu á, var ekki Alex, og þá það Papp. Tekið fljótt og Papp mættur. Sendingu fyrir, en þetta
of langt. Nú ef við förum aðeins yfir bekkina hérna Tryggvi, þá það þannig að á bekknum hjá Stjörnunni Arnar Már Björgvinsson, Heiðar Ægisson, Ævar Ingi Jóhannesson, Máni Austmann Hilmarsson, Dagur Austmann Hilmarsson og Kristoffer Konráðsson. Bekkurinn hjá Víking frá Ólafsvík Óttar Ásbjörnsson, Sigurjón Kristinsson, Hilmar Björnsson, Leo Örn Þrastason og Pétur Steinar Jóhannsson. Koma sjötumenn Jósef Eyjólfur hérna tilbaka á Hörður Árnason hérna með 14. Já, Hörður Árna að spila í 3 manna hafsend línu. Vanalega bakvörður en þeir náttúrulega komið með Jósef, þannig að Jósef svona wingback í dag og þeir að prófa þetta 3-5-2 kerfi sem orðið svo eitthvað vinsælt í dag. Þeir spila hér hjá Stjörnumönnum, láta boltan ganga hratt og vel á milli sín. Ári Jósef. Senda hérna á Eyjólfinn. Þetta vel gert hjá Jósef hérna í baráttunni við Alfreð Hjaltalín. Jósef áfram og það ekkert. Alfreð að spila hér bakvörð sem að við erum nú vanar að sjá hann í kantstöðunni. Akkurat. Nú kemur Jósef með innkastið. Þeir koma þessu frá hérna. Það var Alex. Vilmar Árni hérna með sendingu en það verður ekkert við þessu. Nú talandi efstu deildina Tryggvi, það voru fréttir úr Vestmanni. Gunnar Heiðar Þorvaldsson, hann orðinn aðstoðarþjálfari í IBVF. Já. Og Jón Ingarsson, hann búinn að semja út tímabilið. Já, það eru fréttir fyrir okkur. Við þóttumst vera með heimildir það ekki úr því en það bara svo sem ágætt að Jón Ingarsson sé kominn loksins með klúbb. Það að detta í febrúar bara á morgun. Já. Þannig að það bara fínt. Það þeir eru þá orðnir vel mannaðir í vinstri bakvarðarstöðunni hérna í Vestmannum með Jón Ingarsson, Matt Garner og svo hinn unga og efnilega Felix Örn Friðriksson. Já. Heldur betur, þetta eru svona fréttirnar í dag. Flott sendingin Eyjólfi Héðinsinni upp á Jóhann Laxdal, hann gefur hérna fyrir og þar skotið á Guðni Baldvinsson og það fer í leikmann Ólafsvíkur og í horn. Já, fór í Tómas Lúpa hérna, hann var mættur. Fór í Tómas Lúpa. Þá kemur Hilmar Árni með hornið. Þá Stjörnumenn halda boltanum og þá er Alex og Hilmar eitthvað smá misskilningur hérna á milli þeirra en þeir eru búin að greiða úr því. Kemur Alex reynir sendingu fyrir, þetta fer í Vigni Snær hérna í baráttunum. Já, hann smá vandræðum hérna, lélegt hjá honum að setja þetta í horn. Hann hefði auðvitað getað komið þessu bara í innkast en hitti boltan illa. Það hérna horn. Það Hilmar Árni. Vel gert hjá Guðmundi Hafsteinssyni, hann stór og staðilegur Tryggvi og vinnur hann ekkert í skallæmi eins og auðvölda. Ekki oft, nei. Og þarna aftur Vignir í vandræðum og þá kemur Hilmar Árni og hann ennþá með boltan og þeir fá horn. Það var reynda Kenjan hann sem lenti í þessum vandræðum. Já, Kenjan líka kominn aftur. Já, Kenjan kominn og hann reyndi að spila því síðasta leik á móti Skaganum. Þannig að þetta svona að Eyjúb að púsla þessu. Vel gert hjá Martínsen í markinu.
Kýlir þetta frá og þetta er aukaspyrna á Papp. Var Papp með í síðasta leiktryggu, veistu það? Ekki alveg með það á hreinu, verður að viðurkenna það. En gaman að sjá hann aftur líka. Já. Nú Ólafsvík spilaði við Grindavík og gerði jafntefli þar, var það ekki 2-2? Jú, passar. Og töpuðu svo fyrir Skaganum 4-1 og þannig Þorvaldur að fara yfir reglurnar, hvað má og má ekki. Þá kemur aukaspyrnan. Boltinn dettur hérna. Já, það er leikmaður númer 5, Bjartur Bjarmi Barkarsson. Vignir með skalla og þá kemur Kenjan. Já, nú fer hann bara einn, já, hann bara fara einn í gegn, já. Já, hann er komin hérna bara einn. Aðeins tókaði í hann, hann þetta sýndist Þorsteinn mér. Már. Það gerir Þorsteinn, hann missir boltan. Vel gert hjá Alex Þór Haugsinni. Þá koma stjörnumenn, Hilmar Árni, Jóhann Laxdal, Eyjólfur Héðinsson. Yfir á Hörð Árna. Lára Jósef, Sendík og Guðjón. Spila þetta mann á milli hérna stjörnumenn. Þessi var of langur hjá Brynjari. Já. Ágætis hugsun svo sem en of langur. Já, svona pínu basl á Víkingum núna í þessum leik. Þeir ná ekki alveg að koma boltanum niður og í spil en vel gert hjá Alfreð Reyndar hérna og vonandi náður að byggja upp eitthvað. Það er Vignir. Æ, Vignir kemur sér í vandræði með, tekur allt of langan tíma á þetta. Var að Brynja Gauti. Er hann ekki Ólsari, Brynja Gauti? Eða ekki? Spila hann ekki með þeim? Jú, hann byrjaði þar sinn feril. Já. Fór svo til IBVF og svona stimplaði sig inn þar og fengið í stjörnuna eftir það. Já. Ég dæmi Þorvaldur Árnason aukaspyrnu, brotið á Þorsteini Má Ragnarsinni. Hann er grundfirringur. Kenjan baráttunni við Holbert og Holbert lætur aðeins finna fyrir sér en ekkert alvarlegt. Það var Holbert og Kenjan og já, vel gert. Það er að reyna að senda í góð Guðmund Stein en Daniel Laxdal var þar fyrir. Egil Jónsson Þorsteinn í baráttunni og það er innkast sem að Stjarnan fær. Já, þetta var hárrétt. Þorsteinn var nú eitthvað að biðja um það. Hann var að biðja um það, já. Biðja um það en þetta var alveg hárrétt. Tveir og tvo uppi, strax Holberg. Og lengi. Já, sammála því sem að aðstoðarþjálfarinn sagði hér niðri. Hann vildi að Jói myndi koma boltanum upp á Holbert en Jói tók of langan tíma í þetta. Þá er það Holbert með sendingu hérna á Jósef. Vel flott sending og vel gert hjá Jósef og þá er Guðjón Baldvinsson að það. Hilmar Árni, Hörður Árnason, Alex Þór Haugsson. Jói sendir hérna blinda, slæma sendingu. En Stjarnan vinnur hann strax aftur. Eyjólfur og Alex, Hörður og Jósef. Hilmar Árni náttúrulega er að stíga upp úr meiðslum Tryggvi. Já, alveg. Sáum það á Twitter í dag að menn voru ekki alveg sáttu við valið á landsliðinu, að hann skildi ekki hafa verið valinn í þetta landslið sem er að fara til Las Vegas.
Já, þá eru menn kannski svolítið að líta á hvað hann gerði Já, menn voru í kannski... fyrra Já, sumar, ég veit það, en það er spurning hvort hann sé nokkuð í standi. Nei, það er örugglega ástæðan fyrir því að hann er ekki valinn að þessu sinni, sko. Og flott sending inn á Holbert, hvað gerir Holbert? Gefur þetta fyrir Harry Guðjón Baldvinsson, en það verður ekkert úr þessu. Þá koma, nei, Jóhann Laxdal hérna. Vel gert, Stjarnan, gott! Já, Tryggvi, það eru 13 mínútur búnar að þessu leik og hérna, stjörnumennir eru nú líklegri. Já, þeir eru að stjórna þessu leik alveg frá A til Ö. Hér eru engar rjáfur, Tryggvi, þannig að við þurfum ekkert að ágjöra því. Það er nú eitthvað rjáfur en það er bara hátt Já, í þetta er þær. allt og hátt, þeir drífa ekki þarna upp, þessi markmenn. Það eru Jósef, Effi og Jói nær þessu, Vignis nær hérna í baráttunni og Jói gefur hérna á Brynjar Gauti með kannski ekki bestu sendingu í heimi en Ekki nógu góð það sending. verður nú kannski hætta úr þessu. Nei, þá koma nummer 5 er Bjartur Bjarmi. Vignir hérna með sendingu en hann heldur þessu ná og Þetta er svona hálf stefnulaust fyrst mér hjá Víkingunum þegar þeir eru að reyna að byggja upp sóknina. sóknina. Já. Það er svona, þarna reyndar er það, missum strax eftir. Þetta er eitthvað sem mynda. Guðmundur Steinn Hafsteinsson, brotlegur. Númer 29 er ungur og efnilegur strákur Alex Þór Hauksson. Hann er búinn að vera að spila svolítið með stjörnunni núna í þessum mótum, hérna vetramótum og hann hefur bara staðið sig nokkuð vel. Eins og flestir þessi strákar, ungu strákarinn. Þá er það Jói hérna en þeir koma þessu frá Ólsarar. Hilmar Árni, hérna var Þorvaldur Árnason að eyðileggja þessa sókn. Það gerist stundum og næstuði aftur en hann sá við þessu núna. Þá var það Papp. Brynjar Gauti. Það er betur. Það fyrir að vera svakalegu tími í þetta Ingastrykvi. Já, menn þurfa að gefa sér smá tími í þetta. Kemur Hólmbert. Það kemur Hólmbert. Já, hann prjónar sig hérna. Hann er ennþá með boltan. Hann reynir bara skotið. Og hann hafði nú þetta 2 með sér hinum einn Tryggvi. Já, En er ekki allt í lagi bara að gera þetta út kominn? Hann var náttúrulega, hann er örfættur sko, þannig að þetta var nú kannski ekki það auðveldasta fyrir hann að koma með hann hérna yfir á hinn kantinn. Það kemur Danni með sendingu á Jóa bróðir og Guðjón með skalla sem að fer framhjá. Þessi útsending er í boði Pepsi Max og Lay's. Sumir segja einn besta tvenna sem til er. Það fyrir utan mig og þig kannski. Já, fyrir utan okkur. Ég verið aldrei sammála því. Sannig. En gott er það. Mér finnst salt best, Tryggvi. Það er svo snakki. Já, ég er í paprikunni. Þú ert í paprikunni, ég er í saltinu. Simmi, hann er í hérna, osti og lauk. Snúum okkur á leiknum. Þannig er Jói á undan. Já, það er allt og lítið að frétta af hérna sóknarleik Víkinga í þessum leik. Þeir eru með slæma sendingar og einhvern veginn hálf bitlausir. Jói með sendingu hérna og við eiginlega bara svona hér með lýsum eftir hún. Sóknarleik. Já, við gerum það. Stjarnan á þetta innkast. Jósef Eyjólfur Héðins tilbaka, það er Brynjar Gauti. Flott sending á Brynjar hann inn á Hilmar. Hilmar Árna, hvað gerir Hilmar? Tippar hann með yfir á Jósef Kristinn, það er engin rangstaða og þeir eru að spila sér þarna í gegn og þetta var
Daniel Laxdal. Já, má eiginlega segja að Víkingarnir séu bara í nauðvörn hérna og Já, leið og þeir vinna boltan þá gefa hann bara strax aftur á stjörnumenn og segja gerðu svo vel, komið aftur. sýna okkur hvernig á að gera þetta, kannski. Já, og byrjuðu, þetta var nú vel gert þarna hjá Hilmar Árna, hælsendingu, en þá koma Ólsarar. Hvað gera þeir hérna? Númer 7, Tómas Lúba. Tómas. Gaui Baldvins. Brotlegur, já. Haraldur Björnsson alveg brjálaður. Lætur hann heyra það. Já, honum fannst óþarfi hjá Guðjóni að brjóta þarna og ég verð nú að taka undir það. Það hefði verið hægt að setja pressu á Tómas á þess að brjóta á honum. Já, en svona gerist þetta stundum bara. Það er eitthvað fáir í stúkunni núna, en það kannski ekki margir að koma frá Ólafsvík og horfa á sína menn og svo er vist einhver leikur í enska. Nú það? Ha. Hver eru að spila þar? Það er heil umferð, Er það ekki Liverpool Chelsea í Það beinni? er heil umferð, ég veit ekki hvað liðið þetta eru. Þá kemur hérna, já, Martínez. 0-1 Chelsea er það ekki? 0-1 Chelsea, Tómas. Ég er að einbeita mér að þessum leik Já, ég veit, ég skil. Og ég get ekkert ekki vera með svona stæla. Nei, ég er nú að grínast. Jú, það er 0-1. En það var að þá Steinn. Nei, ekkert þessu, Það bara er ekkert þetta, Kenjan. flott og Túru fer Díaz þarna. tækling hjá Eyjó þarna, en Víkingarnir vinna aftur. Já, Nú þurfa- nei, Vignir þetta með sendingu. Þetta var svo sem ekkert vitlaus sending þarna inn á Guðmund Stein, en hann var bara ekki klár. Nei, og þá kemur Jósef Kristinn og Gauja hérna í barðunni, en þá kemur Bjartur þetta númer 5. Þá kemur sending hérna frá Eyjóli á Jóhann Laxdal. Jóhann með sendingu fyrir, en númer 13 er Emir Dogara. Hingast á Jóhanni á Hólbert og... En alltaf að finna Hólbert þarna á þetta er eitthvað spilna. Hólbert brotlegur þarna. Tryggvi Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari, valdi landsliðshópinn sem mætir Mexíkó núna í næstu viku, 50 næstu viku í Las Vegas. Þetta er alvöru ferðalag fyrir þessa stráka. Já, gaman að því. Og allt strákar sem er að spila í Skandinavíu og hér á Íslandi. Töluvert nýlega í þessu liði. Já, það er bara vonandi að nýji forsetinn hleypi þeim inn í landið. Já, það er spurning sko. Nú er Davíð Þór til dæmis Færeyingur, maður veit ekki. Já, það sleppur heldur. Það sleppur kannski. En kannski rúlla yfir landslýshópinn, Tryggvi. Ingvar Jónsson, markverðir Ingvar Jónsson, Sandfjörð og Fredrik Skram, Roskilde. Síðan er það Hallgrímur Jónasson, Kristinn Jónsson, Böðvar Böðvarsson, Ari Sigurður Ómarsson, Viðar Ari Jónsson, Daniel Leo Gretarsson, Adam Örn Arnarsson. Nú miðjumenn, þetta voru varnarmennir. Miðjumennir eru Davíð Þór Viðarsson, Aron Sigurðarsson, Kristinn Steindórsson, Oliver Sigurjónsson, Kristinn Freyr Sigurðsson og Tryggvi Hrafn Haraldsson. Sóknarmenn Aron Elís Þrándarsson, Kristján Flóki Finnbogason og Árni Vilhjálmsson. Það er margt athyglisvert við þetta. Já, það eru margir nýlegar hérna. Gaman að sjá til dæmis hérna. Flott sending hérna Hólbert, hvað gerir Hólbert þarna? Hann er í baráttunni, já, þetta er vel gert þarna hjá, er þetta ekki Alfreð Hjaltalín? Gaman að sjá einmitt nafna minn Tryggva Haraldsson vera í þessum hópi. Hann bara í byrjun árs í fyrra var að spila með Kára í þriðju deildinni. Já. Sonur Haraldar Ingólfssonar. Já, passar. En leikurinn verður á, sem fyrr segir, í Las Vegas 9. febrúar klukkan 2:30. Nú, Sport TV verður þar með fulltrúa ásamt fótbolti.net. Það er gaman að því. Það heyrðu, þetta var nú eitthvað skrítið. Nei, hann var að væntanlega gera þetta viljandi. Skulum vona það allavega. Já. Það eru hérna, Hólbert liggur hér eftir og það þarf að huga honum. Það þarf að huga honum, eitthvað meitt sig kallinn.
Svo eru þarna nýliðar eins og Kristinn Freyr Sigurðarson, fyrrverandi leikmaður Vals og nú hjá Sundsvall og svo Adam Örn Arnarsson Álasundi og Daniel Leo Gretarsson Álasundi. Fredrik Skram, markvörður í Roskilde og Kristján Flóki Finnbogason, sóknarmaður FH og Árni Viljámsson. Já, Södra, ég kann ekki bera fram hana fyrranamni. Þetta er sænska, þú varst nú í Svíþjóð. Þú varst nú í Svíþjóð. Já, ég var í Svíþjóð. Jönköping. Já, Jönköping. Þá erum við með þetta. Ég er bara á skumliðinu allsins besta og vonaði besta. Mexíkó. Fá þeir að koma í landi, fattar ekki. Já, svo Það er ekki pælt í því. Ég er ekkert viss þessi leikur verði bara róleg. Já, þetta fyrir hérna upp í loftið frá Emri Dokara og Kenyan. Það er smá læti hérna akkurat núna. Alex. Smá hnoð, Alex Þór hérna í baráttunni. Hólmbert er ennþá eitthvað eftir sig eftir Já, samstöðu áðan og Rúnar segir bara annarkvort eru menn heilir eða ekki og er að spyrja hann hvort hann vilji halda áfram eða Ekki. Já. Þetta er bara rétt við hjá Rúnari. Nú kemur Jóhann hérna með sendingu á Brynjar. Brynjar með sendingu fyrir og þar er Egill Jónsson. Egill kemur þessu á Þorstein Má. Já. Svona eins og staðan er núna þá er Skaginn að fara í úrslitaleika móti FH. Já, en það er einhvern veginn eitthvað sem segir mér að reyndar eru Stjörnumenn svona aðeins farnir að róa hlutina svona með við byrjun leiks en það er eitthvað sem segir mér að Stjarnan sé að fara læðin marki. Já. Brynjar Gauti. Óttar Bjarni, hann er ekki í hóp núna, Tryggvi. Guðmundsson. Nei, hlýtur hann ekki vera meiddur þá, drengurinn? Alltaf ekki. Slæm sending hér og nú geta Víkingarnir gert eitthvað. Kemur Kenyan Durudía og Guðmundur Hafsteinsson. Hvað gerir Guðmundur? Já, vel gert hjá Guðmundi og tekur hérna skotið. Það fer í Daniel Laxdal. Þá kemur Þorsteinn Már. Þorsteinn Már með boltan, hann er flíkur með boltan. Ekki hóst, nei, boltinn er þá inn á og Ára Vignir Snær Stefánsson. Nei, þetta er slæm sending. Þetta var ekki góð sending hjá honum að þessu sinni. Og þá kemur Emir Dokara. Kenyan hérna ætlaði að senda á Þorstein en Daniel Laxdal kemur hérna með langa sendingu fram og Þetta er alveg frekar tilviljunarkennt núna síðustu mínúturnar leikurinn. Sjáum hérna hvað er nú að gerast. Það er eitthvað misskilningur hérna hjá Guðmundur Steinn Danna Lax en hann bjargar þessu. Hann reddar þessu. Egill Jónsson, Papp og Egill aftur. Sendingu hérna á Kenyan. Ekkert á þetta, segir Þorvaldur og áfram með leikinn. Þá kemur Vignir Snær Stefánsson. Sendingu hérna inni og þetta var ekki fjarri lagi. Já, þetta var
fín sending og Halli Björns var kominn svolítið langt út og ef að Þorsteinn hefði bara náð að nikkunum hérna yfir hann, Já, hann náði því miður bara ekki góðri snertingu á boltan. Nei, við höfum stundum séð mörk koma svona. Þetta er örugglega verið bara það skásta sem að Ólsarar hafa gert í þessa í sóknarleiknum. Hilmar Árni með sendingu hérna á Jósef og Jósef nær þessu. Fyrir hérna yfir, nei, hann aðeins ekki, fór hérna yfir Alfreð Hjaltalín. Aldrei Má Hjaltalín. Já, 28 mínútur og gott betur búin á þessu leik. Staðan hér í kórnum í fótbolta.net mótinu 0-0 milli Stjörnunnar og Víkings frá Ólafsvík. Jósef hérna með sendingu fyrir og þar er Tómas Lúba og Egill Jónsson. Jósef Kristinn mættur hérna og snýr vörðin í sókn og það var Guðmundur Steinn og þarna lenda bara saman og þá kemur Guðjón Baldursson. Nær hann þessu? Nei, hann nær þessu ekki. Þeir lenda saman hérna. Já, Guðmundur Steinn var að taka ykkur að fintur hérna og Papp, ég veit ekki hvað Papp ætlaði sér að gera, hvort hann ætlaði að hlaupa fram hjá honum eða taka boltan af honum, en það endaði bara með samstuði samherja og Papp liggur eftir. Guðmundur Steinn var ekkert allt á sáttum, við sýndist það svona á líkamstjáningunni að... Já, þetta var árekstur og þetta tveir stórir og sterkir menn. Papparni í baráttunni, þá kemur Hörður Árna og Jósef Kristinn, sendingu hérna á Hólbert og Hólbert með sendingu á Guðjón. Hann er í baráttunni við Tómas Lúba og Tómas hefur betur og sendir þetta í innkast. Já, sendingin kannski fullum frá Hólberti til Guðjóns og það las Tómas Lúba vel. Já, vel gert. Það kemur innkast hérna hjá Jósef og það er stóri maðurinn Hólbert sem að nikkar honum hérna áfram en ekkert verður því og þá koma Brynjar Gauti, sendingu hérna á Jóhann Laxdal, aftur á Brynjar og... Brynjar með ágætis hugmynd, ég sá alveg hvað hann ætlaði sér en þetta sendingin bara var ekki nógu góð en Eyjó gefst samt ekki upp. Nei. Þá kemur Daniel, hvað gerir Daniel? Gefur á Alex Þór Hauksson, Alex á Hólbert, Hólbert hérna út á Jóhann. Jóhann með sendingu hérna fyrir. Er einhver bræð? Já, þetta var að gera. Guðjón. Þetta er vel spilað hjá þeim, en það er ákveðið panik í varnarleik Víkinga, finnst mér. Það er að segja að þegar þeir vinna boltan þá eru þeir rosalega oft að koma á boltanum bara strax í fangið á stjörnumönnum aftur og það er erfitt að vera að spila svona lengi. Þetta þýðir bara eltingaleikur og fyrir mikill kraftur í þetta og þeir þurfa að bæta sig þarna í vörn og miðju Víkinga. Þetta kemur Guðmundur með sendingu alluð á Papp en þetta er of fast og fer í hættutur á Haraldi Björnsinni. Jóhann, Brynjar Gauti, Alex Þór, Hilmar Árni, Brynjar, Jóhann hérna, Vignir, vel gert hjá Vigni. Brynjar, Hólbert, hvað gerir Hólbert? Losa sig við hann og gefur á Alex Þór Hauksson. Alex er þetta með Jósef, sendir á Jósef. Og Jósef kemur með hérna fyrirgjöf en það er Tómas Lúba.
og Kenyan. Já, og enn aftur, það nú ekki mikið talað við Kenyan hann hefur hugsanlega getað tekið hann bara niður og komið boltanum í spil en hann skallar hann beint í fangið á Stjörnumönnum aftur. Þeir halda áfram að reyna Stjörnumenn en það nú alveg hægt að hrósa Víkingum fyrir varnarleikinn. Þeir virðast ekki komast mikið í gegnum múrinn hann en það eins og segi, þegar Víkingarnir vinna boltan þá verða þær að hugsa betur hann. Akkurat, eins og sagði líka áðan, það fer mikið púst í svona. Já, ef þú ert allan leikinn að verjast og elta þá fer svolítið kraftur í það. Jósef, Holbert, hvað gerir Holbert? Já, hann nær þessu. Og þá koma Stjörnumenn. Hvað gera Stjörnumenn hérna? Eyjólfur Héðinsson, hann með Jóhann hérna út á kantinum. Hann sendir boltan á Jóhann. Kannski aðeins og laus sending eða of seinna sendan, ég veit ekki. Og þá kemur hérna númer 13 er Emir Dakora. Já, það er bara beint á Stjörnumann enn og aftur. Dakara heitir hann reyndar. Dokara það ekki? Dokara, já. Flott sending hérna á Guðjón en vel gert hjá Emir Dokara. Við erum svo sem ekkert séð neinar fréttir það hvort að Víkingur sé að bæta eitthvað við sig af leikmönnum. Nei, það er bara eins og það er með lið utan landi. Það tekur sinn tíma og það er ekki hver sem er sem að... Og hvað gerist þetta? Já, þetta er... Það er ekki... Jósef Kristinn. Jósef fekk hann á hægri og sett hann hátt yfir. Það er erfitt að fá góða Íslendinga út á land og þá þurfa menn að leita svolítið erlendis og það getur tekið tíma og þarf að taka tíma. Að mínu mati allt of mikið að lélugum útlendingum komið hingað til lands. Já, verið að spila undanfarna ári, það er alveg rétt yfir. Þá kemur Holbert hérna með sendingu en þarna er Tómas Lúba og Guðjón Baldvinsson. Ætlaði að gefa hérna á Hilmar og þá kemur Jóhann fyrir skotið og þetta er framhjá. Já, að gera að reyna. Það þýðir ekkert annað en bara að reyna. Já, en hann hitt hann illa. Já. Alex Þór hérna og þá kemur Guðmundur Steinn Hafsteinsson. Kenyan. Það er bara bölvabasl á Víkingum. Hvað gerir Hilmar Árni? Gefur hérna yfir á Guðjón Baldvinsson. Hvað gerir Guðjón? Hann er kominn inn í teginn. Hvað gerir Guðjón? Gefur á Alex Þór Hauksson. Alexi út á kantinn á Eyjólf Héðinsson en þar með var þessari sókn lokið. Nei, hún heldur áfram. Þá er Alex Þór Hauksson. Gefur á Jósef hérna fram. Þetta er vel spilað og vel varið hjá Kristján Martínez. Þetta var flott sókn, Tryggvi. Þetta var vel spilað hjá þeim í restina. Reyndar hálf svona klaufalegt til að byrja með en gerði þetta vel hérna í restina og Hilmar náði góðu skoti sem að vinur okkur Kristján Martínez varði vel. Vignir er hérna með sendingu og þetta er Vignir sem setur hann út í íkast sem að Jóhann Laxdal tekur. Alex Þór Hauksson á vel gert á Guðjón Baldvinsson. Það gerir Guði. Hann er það með boltan á Alex Þór Hauksson. Alex hérna yfir á Eyjólf Héðinsson. Hvað gera Stjörnumenn núna? Hörður, Jósef, Hörður er komin hérna með sendingu fyrir og það er búið að veifa rángstöðu, Tryggvi. Vel spilað hjá þeim enga síður og en Guðjón Baldvins var rángstæður og hitti svo sem ekki ramman heldur þannig að en þetta var flott. Þetta var fínt spilað, vel spilað hjá þeim og fín sending fyrir. Þarna verst Jóhann Laxdal.
Vignir miðjukasti. Það samt að Þorstein, Vignir áfram. Kemur Hólbert hérna. Duglegur hann Hólbert. En þá kemur Bjartur. Missa boltan enn og aftur Víkingarnir. Já, það er Hilmar, Hólbert, Jóhann. Sendingu hérna á Guðjón Baldvinsson. Hvað gerir Guðjón? Já, vel gert Guði. Platar menn og annan og fleiri og vildi fá aukaspyrnu en Þorvaldur sem bara áfram með leikinn en það eru með boltan og í sókn. Jósef með sendingu hérna fyrir. Þeir koma þessu frá, það var að kenja hann. Það er sendingu hérna á Pap en Jósef er bara undan. Nei, Ekki góð sending heldur. Bara léleg sending líka. Þetta er bara... Léleg sending. Þá var það Jóhann Laxdal. Hvað gerir Jói? Jó. Alex Þór Hauksson. Hann gefur yfir á Hörð Árnason. Hörður á Hólbert og þeir... Já, þeir eru búin að gera þetta nokkuð sinnum í leiknum, þetta spil og svo... Já, við fengið skot en... Vantar breykið kannski á það? Já, það vantar svolítið að vera meira direkt finnst mér hjá stjörnumönnum. Öll þessi skipti sem þeir hafa verið að vinna boltan hérna inn á miðjunni þegar Víkingarnir hafa verið að tapa honum að hérna... Það er aukaspyrna á Guðmund Stein. Já, en boltin er bara, þetta er vel gert hjá Þorvaldi. Þeir eru með boltan og... Að gera Þorvaldur. Nú þurfum við að, það er meiri hraða í sóknina. Akkurat, við óskum eftir hraða hérna. Og svo hafa krossarnir kannski ekki verið upp á marga fiska. Bæði hérna hægra megin hjá Jóa og vinstra megin hjá Jósef. Það þarf að skila sér. Þetta þarf að gera það, heldur betur. Víkingarnir mega eiga það þrátt fyrir að missa boltan mjög oft hérna inn á miðjunni og í raun aldrei náða að búa neitt til. Þá eru þeir allavega, þeir eru fljótir að koma sér niður, þeir eru fljótir að koma sér í varnarstöðu og hafa varist vel og Stjarnan hefur í raun ekkert skapað neitt að viti þrátt fyrir að vera miklu meira með boltan. Það er nú bara þannig í fótboltadrengum minn að þó þú sett með boltan 85% þá þarf ekkert að vera að þú vinni leikinn. Nýleg dæmi frá Englandi. Það kemur Jóhann Laxdal. Jóhann. Nei, þetta var sendingarna hefur Jóa. Og kicks í leiðinni, tvöfalt, en hann reddar þessu. Það minnir hann aftur. Þá kemur Jósef Kristinn, hvað gerir Jósef? Gauja hérna, Gauji ætlaði að rúla honum yfir á Hilmar Árna. Það var Hólbert, hvað gerir Hólbert? Hann reynir skot, þetta er nú ekki gott skot og þá kemur Hörður með skalla á Gauja, Gauji er bara allstaðar hérna. Hörður, Alex Þór Hauksson. Sendingu á Guðjón og hvað gerir Guðjón? Hann komin hérna að tegnum. Það er Hólbert. Tryggvi, þú veist. Þetta er þröngt og þetta er erfitt en Víkingarnir eru góður að verjast. Sjáum nú hérna kapphlaup. Hörður Árna er fljótur og hann er á undan Papp. Og Halli beint á leikmann. Alltaf plús þegar markmann getur sendt beint á leikmann í svona stöðu. Já, það er bara orðið krafa í boltanum í dag að hérna markmenn ekki bara að kunna verja, þeir þurfa líka... Þetta kemur, hvað gerir Hilmar Árni hérna, tekur hann með hælnum en hann næri ekki alveg að... Þá kemur Guðmundur Steinn Hafsteinsson. Markmenn þurfa líka að geta tekið þátt í leiknum sjálfum og vera spynnumenn góðir. Það er alveg rétt. Og bara eiginlega svona góðir í fótbolta. Þá Jósef, Hólbert, Aron, sendingu þetta er ólátt. Já, þetta er léleg fyrsta snerting og fór upp í loftið og þurfti að taka allt og margar snertingar. Ég kalla eftir bara gæðum frá báðum liðum. Þó að Stjarnan sé að rúlla boltanum mikið hérna, þá eru þeir samt að missa boltan mjög mikið hér á síðasta þriðjung og hafa í raun ekkert náð að skapa neitt að viti þráttur að vera miklu meira með boltan. Já, og svona sóknaraðgerðina svolítið þröngar oft á tíðum. Það var Papp í baráttunni. Tómas Lúba.
Tómas kemur hann í rangstað held ég. Já, hann hefði viljað sjá Tómas Lúpa bara aðeins róa leikinn og koma honum yfir á vinstri bakvörðinn og aðeins svona kannski að reyna að búa til eitthvað í staðinn fyrir að fara strax af stað en aðeins að halda boltanum innan leysins sem hafa gert lítið af í dag. Já, en hann hitti markið. Þáttur að vera búið að flagga sko. Það fer nú að styttast í að vera flautað til hálfleiks hér. 0-0 staðan, Víkingur, milli Víkings, Ólafsvík og Stjörnunnar. Hilmar Árni með sendingu Jóhann Laxdal. Hvað gerir Jói? Hann í baráttu við Vigni og bara... Já, Jói ekki búinn að eiga góðan dag finnst mér í hægri bakvörðunum. Búinn að missa boltan oft og lélegar sendingar og... Kemur Gummi Steinn og hann í baráttu. Hvað gerir Gummi Steinn? Hann stór og sterkur. Gefur hefði. Hérna eru Egill farður nær. Jæja. Og þá Papp. Ég vilja sjá... Hvað gerir Papp? Hann bara skotið og þetta ver Haraldur Björnsson örugglega. Mér fannst Egill gefa boltan of snemma á Papp. Ég vilja sjá hann taka hann með sér og aðeins að ógna vörninni og koma hann svo út á Papp og skapa þannig 2 á 1 og gera það kannski auðveldari fyrir Papp. Þetta voru 3 á móti 3 þarna. Já, þeir voru í raun og orðin 2 á... Fannst mér 1 þarna eftir að Egill er boltan. Sjáum hér, það er engin rangstaða. Engin rangstaða, þá það Þorsteinn Már. Hvað gerir Þorsteinn Már? Nei. Góð vörn hjá Herði þarna. Hörður, flottur. Tekur þetta, en þeir eru aðeins að vakna til lífsins hérna Víkingarnir. Já, ég meina þeir eru alveg með leikmenn hérna upp á topp til að breyka og gera eitthvað. Þorsteinn, Guðmundur Steinn og Papp. Já. Þannig að þeir geta alltaf strítt Stjörnumönnum. Það ekki mikið meira en þessi hornspyrna Tryggvi samt sem áður. Komnar 45 á leikklukkuna. Því það hafði að fara að flauta til hálfleiks. Jólu kemur þessu frá og þá það Egill Jónsson. Uppalinn í KR þessi strákur og með þessari sendingu þá flautar Þorvaldur Árnason dómari til hálfleiks. Við ætlum bara að taka okkur stutt hlé og við gerum þetta svo bara upp í byrjun seinni hálfleiks. Stutt skilaboð. Alvöru bragð, engin sykur. Pepsi Max. Samfilm kynir. Ekki missa bestu mynd ársins 2016 sem tilnefnd til 14 Óskarsverðlauna. Meðal annars besti leikari Ryan Gosling, besta leikkonan Emma Stone, besti leikstjórinn Damien Chazelle og besta mynd ársins. You've never seen it. It's gonna be fun. We can start a fire. La La Land. Komin í sambíóin. Fara saman heim til hans. Hún fyrir eitthvað róp í rusli. Finnur óléttupróf. Var það jákvætt? Veit ekki. Við ekki bara að klára seríuna. 5500 klukkustundir af safaríkum sögum. Þá þurfum við bara að gera það. Svona á Sjónvarp að vera. Þú fær Sjónvarp Símans Premium með heimilispakka Símans. Þú getur meira með Símanum. Jæja, hann gerist það. Jésús minn, það sem þú leggur ekki á þig þegar ég að trufla mig, sko. Hvort sem þú vilt dotta í makindunum við dagskráni eða vera hluti af ógleymanlegu augnabliki, sér Míla að það gerist hratt og örugglega. Við tengjum íslensk heimili og fyrirtæki, svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla, lífæð samskipta. Allt sem þú þarft að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó-appið og þú getur kynnt þér hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja. Auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og það hægt að vinna bíómiða og fjölda annarra vinninga. Náðu í Sambíó-appið. Það margborgar sig.
Reytir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf fer að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Pirruð húð þarfnast kælingar. Prófaðu Nivea Sensitive Cooling andlitskrem eftir rakstur. Nivea Men, það byrjar hjá þér. Vönduð heildarútgáfa af Íslendingaflugunum. Fást í næstu verslun. Leys, sannar flugur.
Já, Péturinn, já, ég með það. Jú. Jæja, góðir áhorfendur, velkomin aftur. Þá fer seinni hálfleikur senn að hefjast hér í kórnum í leik milli Stjörnunnar og Víking Ólafsvík í fótbolti.net mótinu. Síðasti leikurinn í riðlakeppni og það er að duga að drepast fyrir Stjörnuna ef þeir ætla í úrslitaleikinn. Þeir þurfa sigur til að komast þangað. Jafnvel dugar þeim ekki, þá fer Skaginn í úrslitaleik á móti FH. En staðan er hér 0-0. Tryggvi, við förum svona aðeins yfir fyrri hálfleikinn, hvað svona í fáeinum orðum? Já, lélegur. Já. Bara svona reynt út. Punktur bara. Þetta var í raun og veru svolítið einn Stjörnumanna hvað var það að vera með boltann og vera í sókn en þeir gerðu lítið. Sjáum hér Víkingarnir voru að missa boltann mikið og eins og við sjáum hér bara þegar þeir unnu boltann í vörninni þá var þessu annarkvort sparkað út eins og við sjáum hér eða beint í lappirnar á Stjörnumönnum aftur og Stjarnan hefur í raun sótt en án þess þó að skapa sér færi og þetta er búið að vera mikið mistök, sóknar, það er að segja sendingar og svona touch hjá mönnum. Þá kemur Guðjón Baldursson, hér er Guðjón með skot hérna sem fer í Tómas Lubba og þá er það Jóhann Laxdal. Já, en Víkingarnir hafa þó varist vel, það verður að hrósa hann fyrir það. Já, þeir eru búin að gera það, en Tryggvi, ég ætla að fara hérna yfir, það voru gerðar 3 breytingar á liði Stjörnunnar í hálfleik. Hilmar Árni Halldórsson, Hólbert Aron Friðjónsson og Alex Þór Hauksson fara allir út og inn koma Arnar Már Björgvinsson, Heiðar Ægisson og Ævar Ingi Jóhannesson. Ein breyting á liði Víkings, Bjartur Bjarmi Barkarsson fer á velli og Pétur Steinar Jóhann Son kemur inn og ef ég fer yfir liðin þá eins og þau eru núna Jóhann sendingu á Arnar Már og þá kemur Ævar Ingi. Hvað gerir Ævar Ingi? Hann er fljótur, ætla að gefa boltan hann yfir á Gauja. Hann var með Jósef hérna líka. Já, akkurat, ég hef viljað sjá hann bíða aðeins og leyfa Jósef að koma og senda á hann en já, svo sem ekkert að þessu að þræða honum inn á Guðjón en ekkert var úr því, þá kemur Eyjólfur og það er ekki Heiðar Ægisson. Jú, ég er með þetta. Arnar Már Björgvinsson, hvað gerir Arnar? Sendingu hérna fyrir, það er Ævar Ingi í baráttunni og Guðjón Baldursson með skot en þetta er fyrir leikmann Víking og Ólafsvík og í horn. Í fer yfir lið Stjörnunnar þá er það Haraldur Björnsson í markinu, Jósef Kristinn Jósefsson, Jóhann Laxdal, Daniel Laxdal, Guðjón Baldursson, Hörður Árnason og Eyjólfur Héðinsson, Brynjar Gauti Guðjónsson, Arnar Már Björgvinsson, Heiðar Ægisson og Ævar Ingi Jóhannesson. Þetta er liðið eins og það er núna. Förum yfir Víkingsliðið eftir örskamma stund. Leifum þessari horni að vera tekið og mér sýnist nú það vera Jósef Kristinn sem að fer í hornspyrnuna núna þegar sem að Hilmar Árni er farinn af velli. Kemur þetta fín hornspyrna, Guðmundur Steinn kemur sér frá. Var á stór á nærsvæðinu, það fór ekki yfir hann. Og hvað gerist þetta? Brynjar var nálægt í að ná til boltans og vil meina að það hafi verið togað í hann og þess vegna hafa hann ekki náð að stökkva upp í hann. Já. Þá kemur Daniel Laxdal hérna. Og Jóhann Sýnir Stjörnumenn vera konir meira í svona 3-4-3 hérna með mitt. Þetta kemur smá kicks frá innkomu Ævars og hérna Arnar Márs. Þá eru þeir væntanlega konir hérna á sérkvort kantinn og Guðjón Baldvins einn upp á topp.
Það voru Ævar Ingi, þetta er vel gert hjá Ævari, hvað gerir Ævar? Hann er með Jósef hérna og gefur á Jósef. Jósef kemur með sendingu hérna fyrir og hvað, það er skallið þarna og Egill Jónsson kiksar og þá kemur Kenjan og Þorsteinn Már og þá kemur hérna leikmaður nummer 21 sem var að koma inn á Pétur Steinar Jóhannsson. Já, það var brotið á honum, ég var einmitt að furða mig á því af hverju Þorvaldur flautaði ekki en Þorvaldur er náttúrulega búinn að sýna okkur það í mörgu leikjum að hann býður alltaf eftir hagnaðinum og gerði þetta vel og flautaði svo loksins. Nú það er búið að skora aftur á Anfield, Tryggvi, 1-1. Hvernig gengur þetta þínum mönnum, Arsenal? Ég veit það ekki en ef ég þekki á rétt þá er það að tapa. Já, og þetta kemur Ævar Ingi og þetta fer í Egill Jónsson og þú varst að monta það aðan sko, ég var bara að svara. Ég var ekki að monta mig, ég var bara að veita áhorfendum upplýsingar. Já, og einmitt. En við erum ekki að, skulum ekkert vera þar, við skulum vera hér. Okkur vantar mark, Tryggvi, mörk. Við höfum leikið þegar við höfum beðið þau. Og akkur ekki bara slá í eina slíka setningu og kalla eftir þessu? Já, ég vil líka bara kalla eftir meir í gæðum hérna. Það var ekki sendingu hérna fyrir á, já, þetta er vel gert hjá Arnari og hvað gerir Guðmundsson? Hann er komið, nei, er þetta, já. Jú. Mark! Fyrsta markið er komið Guðjón Baldvinsson, ég var að segja, hvað var ég endað við að segja við þig, Tryggvi? Ég var að kalla eftir markið og það kemur mark. Já, þetta kannski að gera meira af því. Þetta var flott sókn hjá Stjörnumönnum og Guðjón Baldvins fekk boltann og hikaði hérna við að skjóta strax og ég held að þetta væri runni út í sandinn en hann nær skoti á nær og stöngin inn en ég held að Kristján Martínez markmaður sé ekkert alltaf ánægður með sjálf og sig hana. Hann var staddur á nærstönginni og það svona lag einhvern veginn á framhjá honum. Já. Ég er samt að segja, Tryggvi, ég ætlum ekki að vera að monta mig, en við vorum á sama stað og þá bæði ég þetta og þá kom þetta. Já, ég meina þú ert snillingur. Þú er góð með mig núna. En þetta þeir eiga þetta svo sannlega skili Stjörnumenn, þrátt fyrir að vera kannski ekki búin að spila fanta góðan sóknarleik, þá hafa þeir algjörlega stjórnað þessum leik og áttu þetta nokkuð skilið þetta mark. Tryggvi, Gylfi Sigurðsson var að skora fyrir Swansea og þeir eru yfir 2-1. Við vorum að fá þetta í eiraðina. Tryggvi. Já, ég heyrði. Já. Þú sagðir eitt. Þá kemur stjarnan. Jósef. Heldur honum inni, já. Nei. Já, herðu, vinnur hann horn. Einkast væntanlega, eða hvað? Þeir eru svona... Já, hann horn. Einkast. Eða einkast. Nei, sýnist að vera horn. Já. Þarna Már er mættur að taka hornspyrnu. Hornspyrnuna. Taka þetta stutt. Já, Ævar Ingi. Hvað gerir Ævar? Með skot hérna bara. Já, að gera að reyna. Í vindi þetta kannski orðið mark. Í góðu roki hefði hugsanlega eitthvað gerst. Já. Hann ætlaði nú væntanlega þarna að lauma honum í fjæri en hitti boltan ekki nógu vel. Nei. Já. Með marki þá kannski lifnar þetta meiri yfir þessu en þetta er svona, hvað finnst þér þessi skipting með að fá Arnar inn og Ævar inn, þá kemur svona aðeins meiri hraði? Já, kemur meiri hraði og svona meiri sóknar þungi, þeir, eins og ég sagði, þeir eru væntanlega, ég þykist þeirra búin að lesa út úr því að þeir eru konið með 3 upp á topp, það er að segja 2 fljóta kantmenn og svo Guðjón Baldvins. Já. Fremstan, þannig að það virðist að hafa heppnast. Já. Hingað til. Arnar Már, hann var... En ég kalla nú eftir aðeins betri leik frá Víkingunum. Þetta er ekki merkilegt það sem þeir eru að bjóða upp á þarna, ég verð nú bara að segja alveg svo þeir. Nei, þá verða Kenjan og Þorsteinn Már með sendingu hérna á
Ekki Pétur Steinn. Pétur Steinar segi, fyrirgefið. Alfreð, Pétur Steinar. Papp. Mamadou Fæ. Egill Jónsson. Allt og lengi að gaufa hann á boltanum. Það kemur Ævar Ingi. Hvað gerir Ævar Ingi? Hann er alltaf bara í skotið. Hann hafði tvo sénsa hérna. Hann hefði gett gefið á Guðjón eða Arnar. Þeir eru að gaufa allt og mikið með boltan hérna fyrst með Víkingarnir og svona hálf stefnulausir eitthvað. Já, og missa hann klaufalega eins og við sáum bara hérna rétt á hann. Það var Eyjólfur Héðinsson. Jóhann Laxdal ætlaði að koma honum hann á félaga sinn Guðjón Baldvinsson og það er búið að veifa þarna. Já, Guðjón fór aðeins aftan í. Nú, dómari hér í dag er Þorvaldur Árnason og með honum er Jóhann Gunnar Guðmundsson og ég sagði Frosti Viðar Gunnarsson, hann er nú reyndar ekki, þetta er hann Bryngeir vinnur okkar sem er þarna hinum en hann er hlaupið í skarðið. Og hérna er Rúnar að kalla á tvíburana Dag og Mána Austmann og Kristoffer Konráðsson, þannig hann ætlar að gera fleiri breytingar hérna. Já, þetta eru ungi strákar sem hafa verið að koma sterkir inn hérna í síðustu leikjum. Já, við höfum fengið að njóta þeirra hérna og haft bara gaman að. Já, léleg sending hérna hjá Kenan. Kenan. Það er lítill taktur í spili Víkinga. Túrudía, já. Víkingar eru búinir að fá 1 stig í þessu móti. Gerðu jafntefli við Grindavík 2-2 suður með sjó. Töpuðu stórt á laugardaginn fyrir íþróttabandalagi Akranes 4-1 upp á Skaga, svona vesturlandsslagur. Aukaspyrna. Þá er skipting Tryggvi. Já, það eru þrír leikmenn að koma inn á eins og þú sagðir. Já, það eru tvíburarnir að koma inn á. Máni Austmann og Hilmarsson og Dagur Austmann Hilmarsson. Og Kristoffer Konráðsson er líka komið inn á. Það er Jósef. Það er Jósef Kristinn, hann liggur. Guðjón Baldvinsson og mér sýnist Brynjar Gauti einnig vera að fara að velli. Brynjar. Og Brynjar Gauti. Já. Og það er leikmaður nr. 6 að koma inn á hjá Ólsurum. Óttar Ásbjörnsson og út af fyrr Alfreð Már Hjaltalín. Það er allt að gerast innan Tryggvi. Maður þarf eiginlega að hafa ritara. Þarna fara þess Lúpa og Fæ saman í boltan. Innkastið tekið svona cirka 15 metrum framar en átti að vera tekið en Veitu hvað gerist hérna? Stóðst hérna í baráttunni. Nei, þetta er vel gert hjá Austmann bróðurindum. Eyjólfur Héðinsson með flotta sendingu hérna á Mána Austmann. Máni með sendingu hérna á Kristoffer Konráðsson og þá var það Ævar Ingi og Máni, hvað gerir Máni? Þetta er vítaspyrna, já, þetta er víti! Þetta var klaufulegt hjá Agli og hann veit það sjálfur, heldur höfuð sér og veit alveg upp á sig sökina og þetta var frekar klaufulegt. Já, þetta var klaufulegt og við fáum vítaspyrnu hérna. Hann var í raun og verið ekki í neinu færi, það voru 2 menn hérna fyrir framan hann og þröngt var þetta en Egill ætlaði sér mæntalega að pota í boltan en fór bara í löppin á. En Máni Austmann Hilmarsson, hann bara fer sjálfur á punktinn. Það sjálfsögðu. Hann fekk þessa vítaspyrnu vann hana og hann bara tekur hana.
Og hvað gerir Cristian Martínez? Liberado. Það kemur. Þetta er bara öruggt. Máni Austmann Hilmarsson kemur hér Stjörnunni 2-0 á 60. mínútu úr vítaspyrnu. Austmann Hilmarsson, víti. Og þá er það svona, já, það stefnir allt í það Tryggvi að við séum með beina útsendingu á laugardaginn klukkan 12:10 cirka bát héðan. Það sem FH og Stjarnan eigast við í úrslitum fótbolti.net mótsins 2017. Já, það stefnir allt í það og svona með hvað Víkingarnir er að sýna okkur og gera hér í kvöld, þá finnst mér ólíklegt að þeir séu eitthvað að fara að koma tilbaka en maður veit aldrei, það er nú eitthvað eftir af þessu. Já, eins og staðan er núna. Daniel Laxdal. Hörður. Kristoffer. Það er Haraldur Björnsson. Heiðar Ægisson. Láta Stjörnumenn líklega bara boltan ganga vel sín á milli og ekkert stress núna. Nú eru mörkin komin og sigurinn nokkurn veginn í höfn, þannig að nú þurfa Víkingarnir aftur á móti að stíga upp og gera eitthvað. Já, skulum sjá Egill með sendingu hérna fram. Það eru nú bara Daniel Laxdal og Haraldur Björnsson í markinu. Og hann fer hérna í vörnina eða Dagur Austmann Hilmarsson. Sjáum þetta er vita vonlist hjá Víkingunum. Alveg. Slæmar sendingar á samherja sem að gera það verkum að... Já, vel gert hérna hjá Mána og hann með sendingu, en þetta fer beint á Martínez, Ævar Ingi Jóhannesson með þetta skot. Stjörnumenn setja góða pressu hérna á Víkingana. Já. Þarna er Máni í baráttunni og Jóhann Laxdal. En þeir mega ekki við honum Emir Dokara. Þorsteinn í baráttunni, en það er nú bara Eyjólfur Héðinsson, hann stendur bara þarna og fær aukaspyrnu. Þorsteinn ekki sáttur. Nei, þetta var hárrétt. Þorsteinn misti boltann á langt frá sér og kom á seint í Eyjó og enn og aftur ákvað Þorvaldur dómari að athuga hvað úr yrði og Stjarnan misti boltann og þar alveg fengu þeir aukaspyrnuna sem áttu skilið. Heldur betur. Þorvaldur búinn að hafa góð tök á þessu. Já, mjög góð. Það var Vignir Snær Stefánsson hann hinum meginn á vinstri kantinum. Það er orðið svolítið dimmt þarna hinum meginn. Ég vona að orðið sjái að við sjá eitthvað, en það virðist hafa dottið út hérna perurnar alveg upp við stúkuna. Já, sparnar í gangi í Kópavogi. Þetta var brot. Já, þetta er brot, þetta er hárrétt. Broti hérna á Kenyan Turudía. Þarna situr Egill, hann situr hérna boltan á Tómas Lúpa og hálffurðulegt að sitja svona tilbaka og koma að liðinu sínu í raun og veru bara í vesen. Í vandræði, já, vesen og vandræði. Þá kemur hérna Þorsteinn, gefur á Egil Jónsson. Það gerir Egil.
Hann stendur bara Eyjólfur Héðinsson hann reyndi þarna einhver skæri en þau voru mjög bitlaus. Já, bara eiginlega búinn og þá það númer 21. Svo ég sé með réttan bróði, það Máni Austmann en Já, hann ætlaði að gera þetta aðeins og fancy og misti boltan bara út af vellinum. Jesús segir Eyjólfur Héðinsson. Daniel með skalla hérna á. Það var Eyjólfur. Ævar Ingi. Það gerir Ævar. Sendingu hérna á Eyjó tilbaka á Jóa. Jó yfir á bróður sinn. Nei, Danni yfir á bróður sinn Jóa. Þá var það Dagur Austmann. Eyjólfur Héðinsson. Það er Lúba sem gefst þarna, Tómas Lúba. Það var það Máni Austmann. Já, Arnar Már nærða þessu, nei. Þetta er á langt. Lögfræðingurinn Arnar Már. Tryggvi, hann er kallaður Blómið. Já. Hvað er með útskýring á því? Ég er ekki með hana. Nei, ok. Ég bara veit hann er kallaður það. Þetta var svona semi-fiska hjá Guðmundi sýndist mér. En hann fekk aukaspyrnuna. En vel gert. Kemur sending hérna upp frá Óttari Ásbjörnsinni en það atlaði á Guðmund Stein, það verður ekkert úr þessu. Arnar með settingu hérna fyrir og Ævar Ingi en skallinn hans fer aðeins svo há kannski sendingin hátt, hjá Arnari en það er var samt mættur. Skipting hérna hjá Víkingur Ólafsvík með skiptingu. Guðmundur Steinn fer af velli og inn á kemur leikmaður númer 8. Hann heitir Sigurjón Kristinsson og Guðmundur Steinn hefur lokið keppni í bili í þessu leik allavega. Þá kemur Eyjólfur Héðinsson. Jú. Já, Eyjó gerir þetta vel. Margreyndur atvinnumaður, landsliðsmaður. Þá kemur Ævar Ingi og Kristófer á Heiðar Ægisson en þetta verður þetta í þessa. Já, það hefur verið flott að sjá Heiðar koma honum bara í fyrsta á fínt hlaup hjá Ævari. Dagur Austmann þarna hinum inn. Tryggvi, hann er í vörninni núna, Dagur, annar tvíburinn. Já, það er bara flott að sjá að menn geta leyst hinnar ýmsu stöður. Já. Það er svo sem, það er búið að vera nokkuð þægilegu dagur hjá varnarmönnum Stjörnunnar í dag, ég veit nú alveg að. Já, með þess að Daniel hefur líka bara verið mjög öruggur í sínu og staðið sér mjög vel hérna aftast. Þetta er vel gert og hvað, já, svo langt. Hefði geta orðið Lélegt fyrsta touch hérna hjá honum Mána.
Já. Þetta fyrir til Haraldar í markinu. Er komið skot á Halla í markinu? Já, eitt sem varði hérna eitt. Já, ekki í seinni hálfleik, fyrri hálfleik. Þú ert að hafa skutlað sér. Hann er annars átt mjög náðan dag. Já. Það er svona sem að er minnugast er þegar hann skammaði þarna leikmanninn fyrir að brjóta úr fyrri hálfleik. Það vignir hérna í baráttunni en það verður ekki til því að það kemur Daniel Laxdal. Sendingu hérna Kristoffer Konradsson. Já, hann notar leikmannin sem batta og þetta er vel gert og þá kemur Kristoffer. Ætlaði að senda hérna yfir á Heiðar Ægisson en Kenyan er með þetta hérna og Tómas Lúba, Vignir Snær. Já, koma vikingarnir og vera að spila og þeir eru að spila inn í teig en nú þarf að vera þarna meginn. Új, Tryggvi, þetta var nú ekki langt frá því. Já, þarna. Og sjá þarna, þeir eru í tómu basli. Tómu basli þarna, það var Arnar. Sendingu hérna á Ævar og úss, vel gert, já. Kristján Martínez í markinu. Þeir bara bjuggu þetta til Ólsarni fyrir Stjörnuna. Já, sjá núna hvað Þorsteinn gerir. Hann er öflugur. Nei, hann er ekki. Þetta verðist bara ekki vera þeirra dagur. Þetta er bara ekki þeirra dagur. Nei. Kemur Ingastirna sem að Pétur Steinar Jóhann tekur og sjáum þetta er innkast sem að Víkingur Ólafsvík á og hann sendir mjög erfiða sendingu aftur á Tómas og hann setur hann fyrsta boltann upp í rjáfur. Hann bara beint upp í rjáfur. Þetta er Já, við skulum vona að þetta sé bara slæmur dagur hjá Víkingum og þeir eru miklu meira inni og ég trúi ekki öðru. Ég hef fulla trú á því að þeir eru mun meira inni heldur en þetta. En eins og ég segi, það er janúar og aðstæður í Ólafsvík eru kannski ekki eins og aðstæður eru hér fyrir sunnan. En þetta er vel gert og þá koma þeir hérna, það er Kenyan, Jóhann Laxdal hérna, þetta er Brodjói, burt með þig, já. Kenyan með aukaspyrnu hérna, Papp þarna inni og það er búið að flagga. Já, Papp var rangstæður. Papp var rangstæður. Hörður Átnarsson. Það er ekki Arnar Már. Hvað gerir Arnar á Ævar og þetta var svo fast. Hugmyndi góð. Þá var það Dagur og gefur á Jóhann og Jóhann með sendingu hérna á Arnar. Og þarna er Kristoffer. Sendingu hérna á Ævar Inga. Oj, og vel varið hjá Kristján Martínez í markinu. Þetta var vel varið og flott sótt hjá Stjörnumönnum. Þetta var vel varið, vel spilað hjá Stjörnumönnum og þetta var alls ekkert vitlaust skot hjá Ævari þarna á nærstöngina en hann var snöggur niður. Já. Og varði þetta vel hann Kristján. Kemur Arnar Már með þessa hornspyrnu. Og hvað gerir hérna? Var ekki... Að bjarga á línu þarna, sýndist mér. Var þetta ekki Jóhann Laxdal sem átti hennar skalla og þeir bjargaði þessu línu, ekki bara verið Vignir. Kemur sending hérna fyrir. Flott sending hérna fyrir. Já. Og númer 8 hjá Ólsurum er Sigurjón Kristinsson. Sjá hérna. Jóhann Laxdal hérna í myrkrinu.
Líka hérna fyrir og Eyjólfur með skalla. Já, flott sending hérna hjá Degi Austmann. Og það er tvöföld skipting hérna hjá Víking Ólafsvík. Leikmaður númer 20 Leo Örn Þrastason að koma inn og leikmaður númer 15 Hilmar Björnsson að koma inn. Og út af fer Pab Mamadou Faye og Egill Jónsson, er það ekki Tryggvi? Jú, sýnist það. Já. Þá var þeir lokið leik í dag, þessi piltar. Og þá eru bara bæði lið Tryggvi búin með sína leikmenn. Þessar skiptingar. Já. Það er gaman að sjá þegar allir fá að spreyta sig. Eyjó með hérna slammasendingu, hann er nú búinn að vera samt potturinn á pannan í uppbyggingu stjörnumanna í dag og oft fáar feilsendingar en þessi var aðeins og löng. Aðeins og löng, já. Já, þetta er Eyjólfur. Pétur Steinar hérna með góða varnarvinnu og setur boltann út af. Vikast sem stjarnan á. Kristoffer, vel gert. Arnar Már, hvað gerir Arnar? Hann bara með skotið og já, að gera að reyna maður. Þetta er bara miðið möguleiki Tryggvi og það er bara að gera. Óttar Aspjússon og Vignir hérna, nei, hann gefur nú bara á Heiðar Ægisson. Nú kemur Heiðar, hvað gerir Heiðar? Það ætlaði að gefa hérna á Mána Austmann en það er aukaspyrna. Emir var brotlegur hérna, misti boltann aðeins og langt frá sér og ætlaði sér að ná honum en hérna stjörnumaðurinn var kominn á undan og Emir tók hann. Við fáum ekki skot hérna. Hver er þetta sem er búinn að stilla sér upp? Er þetta Kristoffer eða? Mér bara sýnist það að öllu og þá er þetta Kristoffer Konráðsson. Þetta er Kristoffer Konráðsson, sonur Konráðs Ólafssonar, fyrrverandi landsliðsmanns í handbolta. Já, og ups! Yfir. Rétt yfir. Fínt kraftur í skotunni hjá honum en hann náði ekki hitt á ramman samt. Nei, þetta var ágætt hérna frá okkur séð. Við vorum nú í síðasta leik Tryggvi þá var sláinn svona í aðalhlutverki, hún tók svolítið athygli frá okkur. Já, fór nokkuð oft í slána. Nokkuð oft í slána. Það er Ævar Ingi, þetta er vel gert hjá Ævar, hann er fljótur Akureyringurinn og hvað gerir hann? Já, hann kemur honum í aðvinnurhóll. Ætlaði að lauma honum hérna bak við og inn í. Fínt sprettur hjá honum, hann er snöggur, það höfum við fengið að sjá. Arnar er ekkert að flýta sig við þetta. Kemur Arnar með hornið. Fyrir þarna í belginu einhverjum og Jóhann, nei, Daniel. Aðeins að smá baslið hérna með touchi. Smá basl. Nú já, eins og ég sagði áðan, Tryggvi, helstu fréttir dagsins í dag eru kannski þær að Gunnar Heiðar Þorvaldsson er nýr spilandi aðstoðarþjálfari í IBVF og Jón Ingason sem hafði verið að prófa hérna upp á landi með Grindavík og Víking meðal annars. Hann er búinn að semja við IBVF. Þetta eru svona helstu fréttirnar hér heima í dag fyrir utan náttúrulega valið á landsliðinu. Já, þetta er auðvitað bara flott fyrir IBVF að
að halda Jóni Ingarsinni áfram, þannig sé, bara upp á breiddina að gera. Og verður gaman og fróðlegt að sjá hvað Gunnar Heiðar gerir sem aðstoðarþjálfari. Já, náttúrulega með fína reynslu, búinn að vera lengi í atvinnumennsku. Óheppinn með meiðsli, strákurinn. Já. Og hvað ekkert á þetta, segir Þorvaldur dómari og þá kemur Eyjólfur Héðins. Sending hérna og nær Kristoffer þessu Óttar. Já, Óttar náði að pota boltanum í Kristoffer og þar að lenda út af. Það var Kristján Martínez. Daniel Heiðar Ægisson hann í baráttunni og þá kemur Dokara og vinnur hérna aukaspyrnu og nú staðan hér 2-0. Guðjón Baldvinsson reif múrinn á 51. mínútu og síðan Máni Austmann Hilmarsson bætti við öðru marki og vítaspyrnu á 60. mínútu 2-0 fyrir Stjörnuna sem eru með þessum úrslitum á leiðin í úrslitaleik við FH á laugardaginn sem verður í beinni útsendingu hér í okkur. Kemur skalli frá, var þetta ekki Þorsteinn Már Ragnarsson, Tryggvi? Jú, sýndist það, loksins eitthvað að gera á Halla og loksins eitthvað að gera á Haraldi. Kemur honum strax í gang, flottur bolti hérna upp kantinn. Kann þetta. Þá þetta er vitlaust mark, kallinn minn, en hérna Máni Austmann Hilmarsson, markaskorarinn. Eins og ég var að segja, Tryggvi, Stjarnan er að fara að spila úrslitaleik við FH, verður í beinni úrslitingu hér hjá okkur á laugardaginn í hádeginu, sennilega 12:10 byrjar leikurinn. Við erum klárir fyrir þann leik, Tryggvi. Við erum alltaf klárir, ekki? Við erum alltaf klárir. Og vonum að það veri veisla nú á sama dag þá eigast við Skaginn og IBVF upp á Skaga og verða mörkin úr þeim leik sýnd á síðun okkar á allir líkindum. Já, ef það verða mörk. Já, ég segi það, ef það verða mörk. Það er alveg, Tryggvi, góður. Ég var svolítið seinna að fatta, sko. Þá koma Stjörnumenn, Kristoffer. Hvað gerir Kristoffer? Hann er leikinn þessi strákur, gefur að Eyjólf. Heiðar Ægisson með sendingu hérna á Ævar Inga. Hvað gerir Ævar? Ætlaði að senda hérna fyrir, en þetta var ekki góð hreinsun hérna og þá var það Kristoffer með hann fyrir, en nei, engin Stjörnumaður þarna og þeir koma þessu frá Víkingar, en ekki langt því að það eru bara bláir hérna í varnarlínunni. Enn og aftur, þá bara skila þeir boltanum strax aftur til Stjörnumanna og segja gerið svo vel, komið aftur á okkur. Þetta er búið að vera svona í... og sjá hvað gerir hérna Arnar Már. Þannig að missa náttúrulega langt frá sér. Hvað gerir hann? Eini áfram með leikinn, það er ekkert á þetta. Og þá var það Dagur Austmann sem er með þessa sendingu hérna á Hörð. En þetta er svona einhverju slow motioni þarna. En þá var það Máni Austmann, Kristoffer, Hörður. Já, þeir spila þetta bara sín á milli hérna, bláklæddir Garbaengar. Og ég held að sé Máni Austmann. Hvað gerist hérna? Já, flott sending á Mána og Jóa og þeir koma þessi horn. Ég held að sé alveg óhætt að nota orðið einstefna yfir leik Stjörnumanna hér gegn Víkingum. Þeir hafa gjörsamlega stjórnað þessu frá A til Ö, frá fyrstu mínútu og Víkingar hafa verið mjög slagir og sjálfur sér vestir í raun og veru. Þegar þeir hafa unnið boltann í vörninni þá hafa þeir bara skilja honum strax tilbaka á Stjörnumenn og ég veit ekki hversu oft Stjörnumenn hafa verið að koma hérna upp á þá. Já, þannig að einhver að fara að taka hjólastu þarna, Jóhann.
Eyjólfur Héðinsson, ég held Tryggvi þó að séu nú einhverja 6-7 mínútur eftir þessu leik, ég held að hann sé maður leiksins. Hvað veist þér? Þú ræður? Ég ræði, já. Sáum hérna hvað gera þeir. Daniel Laxdal. Já, og hann Þorsteinn, en Halli með þetta og... Já, ég held að sé alveg rétt hjá þér, Tómas, að Eyjólfur Héðinsson, hann búinn að vera stjórna spilinu inn á miðjunni og svona mikið leita til hans og hann dreifir spilinu og kemur til dæmis með einn góðan bolta yfir diagonalt. Ég held að það sé alveg hárrétt hjá þér að hann er maður leiksins. Hann er maður leiksins. Eyjólfur og það er Dagur Austmann, Jóhann Laxdal, nei hann missir boltan og þá kemur Sigurjón Kristinsson hann nummer 8 og hann gefur hérna yfir á Þorstein sem að missir boltan með slaka sendingu. Þeir ná bara ekkert og hafa ekkert náð að byggja upp nokkuð skapaðan hlut. Már með skemmtilega sendingu hérna og já, vel varið hjá Kristján Martínez. Þetta var flott sókn sig, Tryggvi. Já, vel varið segirðu, en ég hef nú auðvitað viljað sjá mann í þessari stöðu. Auðvitað skýtur hann bara beint á Kristján. Þarna var hann svolítið að vinna með kraftinn í staðinn fyrir bara að leggja hann í hornið. Já. Kristoffer. Hérna á Arnar og Arnar ætlaði að fleika honum yfir á Heiðar Ægisson og þarna er Máni og þarna er Ævar Ingi. Hvað gerir Ævar? Hann með skot og þetta einhvern veginn gaufast þarna í stjörnumennina. Fór í Kristoffer þarna og hann gat nú lítið gert, hann fekk hann Já, hann gat nú lítið gert, þetta var þröngt líka. Lokatölur Anfield 1-1 Tryggvi. Kemur að Arnar Már, Kristoffer, Máni með sendingu yfir á bróður sinn Dag. Dagur á Jóhann Laxdal og þarna fór Þorvaldur sá það, þetta er vel gert. Aðstofadómarinn flaggaði hinn áttina en ég sá það einmitt líka og Þorvaldur gerir vel, hann sá að þetta fór af Jóa. Jói er búinn að vera í basli eins og allt Víkingsliði, þá verður maður nú líka að benda á að það eru sumir stjörnumenn ekki búin að eiga góðan dag og þar er Jói Lax svona fremstur í flokki. Það er búið að vera koma lítið frá honum, hann er búinn að fá fullt af tækifærum til að gera eitthvað og hann hefur mist boltann mikið. Það var Ævar Ingi, hvað gerir Ævar? Það fær hann aftur og skot hérna og þetta fer nú bara í gegnum teginn. Það voru Kristoffer Konráðsson, leikinn-strákur, ungur, Máni Austmann Hilmarsson, sendingu hérna inn í, en þeir koma þessu frá hvítklæddir Ólsarar og þá er það Þorsteinn Már Ragnarsson og þetta er, ertu alveg viss þetta Jóhann Gunnar? Þetta var tæft en mér sýndist Daniel Laxdal gera þetta nokkuð vel. Já. Stígan, já, hann tekur hérna smá sprett og gerir hann hugsanlega rangstæðan hérna. Já, hugsanlega. Það er alveg mátt leyfa þessu bara að fara. Svona eins og leikurinn er búinn að þróast, að leyfa Víkingum aðeins að vera með. Já, svona þeir eru að koma langt frá og þetta var óþarfi hjá hérna Sunnlendingunum hana á línunni, kjötiðnaðarmanninum. En kannski bara rétt hjá honum líka, það vitum við. Heyrðu, þetta er bara flott. Új! Þetta var flott, Tryggvi. Já,
Var þetta ekki, hver var þetta sem hoppaði þarna yfir boltan, skemmtilega gert. Það var Kristoffer. Já, feipaði. Nei, Heiðar Ægisson feipaði vörnina og hérna Ævar fekk hann ágætis skot möguleika. Já. Það kemur svo hratt, ég gæti ekki lýst þessu. Þarna gerir Jói vel. Já, hann hefur heyrt í okkur og ætlar að bæta þetta upp. Já, þetta er vel gert hjá Olsurum. Óttar Áspjösson. Sendingu hérna yfir á Sigurjón Kristinsson. Aftur gerir Jói vel. Jói vel, hann er bara að fara að þurrka þessi ummæliðin út, Tryggvi. Með þessu áframaldi. Heiðar með skalla og það er Máni Austmann. Já. Jó og Kristoffer Konráðs. Nú vantar menn inn í teig. Smá misskilningur hérna og upp í Rjáfur. Takk fyrir Ólafsvík, 2-0 fyrir Ólafsvík í Rjáfum. En það gefur ekki neitt. Vel spilað hérna hjá þeim. Bræðurum og já. Það var vel gert hjá Degi og Mána Hilmanssonum. Dagur hefði nú hugsaðlega mátt renna boltanum út í teig í staðinn fyrir. Mér sýndist það nú bara að reyna skotið sjálfur, strákurinn. Já, hann ætlar ekki að vera minni maður en bróður sinn. Nei, auðvitað. Það er eðlilegt, eðli tvíburana. Brósi kom með eitt, þá verður maður að jafna. Já. En Tryggvi, það er komið á 90. mínútu. Þetta er bara að fara að verða loka andráðin í þessum leik hérna. Og Þorvaldur er komið og hér kemur... Þetta var að síðastu sem við sáum í þessum leik. Nú, það er ljóst. Það verður að FH og Stjarnan sem að spila til úrslita í fótbolta.net mótinu. Sá leikur er á laugardaginn í beinni útsendingu hjá okkur. Klukkan, sennilega 12:10, einhvers stað þar bil. Nú, þessi leikur fór 2-0 fyrir Stjörnunni. Það var Guðjón Baldvinsson sem kom Stjörnunni yfir á 51. mínútu og Máni Austmann Hilmarsson kom þeim í 2-0 með marki og vítaspyrnu á 60. mínútu. Nú, við ætlum ekki að hafa þetta lengra hér í kvöld. Tómas Mær heiti ég og með mér í kvöld var Tryggvi Guðmundsson. Við þakkum kærlega fyrir okkur og ásamt tæknideild Sport TV. Við sjáumst hress á laugardaginn í hádeginu. Veriði bless! Vönduð heildarútgáfa af Íslendingaflugunum. Fást í næstu verslun. Leys, sannar flugur.